Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í 4. þátt af Skepnusbretti. Þátturinn verður með Eyjafjarðarþema í dag en við munum fjalla norðlensku hestaversluna sem fór fram á dögunum. Og svo kíkjum við á 2 bæi í Eyjafirði. Við heilsum upp á Söru Armbrá og Ystagerði sem býður upp á skemmtileg riðnáski fyrir börn en við byrjum á því að kíkja inn í Litlagarð þar sem við hittum fyrir þau Bigga og Herdísi. Stefán Birgir Stefánsson og Herdís Ármannsdóttir hafa ekki ræktun á bú- og tamningastöð að Litlagarði í Eyjafjarðarsveit síðan árið 2002. Stefán Birgir, eða Biggi eins og hann kallaður, frá bænum Teigi í Eyjafjarðarsveit og fór snemma að stunda sína hestamennsku og tamningar. En Herdís uppalin á næsta bæ Árgerði og á hún því ekki langt að sækja sinn hrossaáhuga. Ræktun þeirra hjóna hefur vakið mikla athygli en síðari ár, en hún hefur verið unnin í nánu samstarfi við Magna Kjartason í Árgerði. En hafa þau nú alfarið tekið við kyndlinum, en eins og kunnugt lést Magni seint á síðasta ári. Já, við vorum og erum svo lánsum að geta tekið við svona gróin ræktun og fengið að halda áfram. Við þurfum ekki að byrja alveg frá grunni, heldur getum við haldið áfram með hans starf og Dísu í Árgerði líka. Og það náttúrulega rosalega dýrmætt að þekkja bakgrunninn, ömmurnar, langömmurnar og afana og geta svo leikið sér með þetta. Frægt þegar Magni í Árgerði hjúkraði gæðingi sínum og syni snældu blésa eftir fótbrott. Margir hefðu fellt hesti með þessar aðstæður, en með þrautseigju tókst Magna með hjálp góðra manna að græða blésa. Já, sagan nú svo sem ansi löng með blésa. En hann var 5 metra þegar hann brotnaði, var það komin í fyrstu verðlaun. Og þetta var náttúrulega alveg gríðarlega mikið högg og ráðist þetta verkefni sem að enginn hafði svo sem gert áður að reyna að koma honum til heilsu, þannig að var þetta nýtt hann sem stóð þess. Það var svo sem alltaf ljóst að hann ekki til reiðar, sko. Þannig að sem betur fer, því að við getum rakið, ég held bara næstu í öll okkar stæðstu nöfn til hans síðan. Þannig að gamli hafði orð á því að þetta hefði borgað sig. Þegar Gansti fór í dóminn á sínum tíma, 2013. Já, þetta greinilega borgaði sig, sagði hann. Það var rétt. Magni var náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegu karakter. Hann var náttúrulega alveg rosalega mikill dýramaður og líf hans og yndi náttúrulega snerist hrossarækt, en hann náttúrulega var með blandabú. Og Biggi nú örugglega betur að segja svona nákvæmlega hvernig karakter. Þetta var náttúrulega bara fósturpabbi og hann var bara yndislegur. Þetta var frábær kall, Magni. Hann var ofsalega traustur og mikill vinur, ofsalega mikill svona skepnumaður og eiginlega algjör hesthaus. Hafði gott auga og skinnbráða á hæfileika. Frábært auga fyrir ungviðinu, sýndi manni svo marga hluti, hvernig í uppeldinu og allt þetta að fylgjast með þessu að það eiginlega bara alveg ómetanlegar stundirnar sem maður átti með honum. Sem fyrr segir hafa þau hjón tekið alfarið við ræktun í dag, en hvert stefnaðu svo? Það auðvitað bara að halda þessu starfi áfram og auðvitað reyna að bæta hrossin alltaf meira og halda þeim á lofti og gera betur. Það mikið framundan hjá þeim Litlagarðshjónum. Á dögunum, skömmu eftir að viðtalið var tekið, voru þau með glæsilegt atriði á fákum og fjöri, meðal annars til að heiðra minningu Magna heitins. Og svo að sjálfsögðu stefnt á úrtökur og kynbótasýningar fyrir landsmót. En einhver rísandi stjörnur í húsinu? Þetta nú bara alltaf komið ljós. Við stefni með nokkrar hryssur í dóm, svona Sjálfsagt þekktastar systurnar Mirra og Eldborg Litlagarði. Þessi kemur vonandi. Þetta 5 metra hryssa. Þetta Kveikju Árgerði og Kapal frá Komu. En með aðal töffaran, gangstirinn. Ég alltaf svo skotin í honum. Hvað stefnur með hann í sumar? Væntanlega á landsmót. Já, við erum að stefna þangað. Við erum að skapa helst og taka 1 íþróttamót í vor. Ég hef ekki gert neitt af því. Mér langar að pröfa það. Og svo það bara úrtaka og vonandi gengur það upp og svo það bara á landsmót.
Biggi og Gangster eru ekki að taka þátt í úrtöku fyrsta sinn. Þeir félagi kepptu í A-flokki á landsmótinu árið 2014 á Hellu, þar sem þeir enduðu í 7. sæti eftir hörku baráttu. Það hlýtur að vera sérstök tilfinning að ríða hesti sem maður hefur ræktað, tamið og þjálfað alla tíð í úrslitum á landsmóti. Það nú ansi gaman. Það ekki að neita því. Það er bara einstök tilfinning og þetta stefnir maður þangað aftur. Þetta er eitthvað svona sem gerist ekkert á hverjum degi og það er stór stund. Þannig að það er svolítið erfitt að lýsa því svona nákvæmlega. En hún er frábær. Ríða fyrir fleiri þúsundir fólks, góðum hesti. Fátt sem toppar það. Já, nákvæmlega. Fyrir hrossaræktarbú á borð við Litlagarð er nauðsynlegt að selja hross og reksturinn standi undir sér. Og Biggi kvartar ekki undan lélegri sölu. Við reynum að stíla á mjög gott gæðslag. Við gerum mikla kröfur gott gæðslag og notum helst bara ekki hesta nema við þekkjum svolítið til þeirra. Leggjum mikla áherslu á það. Og maður finnur þetta nú mjög fljótt og sér bara í uppeldinu hvort að þetta er eitthvað sem mann líkar og heldur það væntanlega áfram með ef svo er. Og að vanda til tamninga og þjálfunar og vera með hestin vel undirbúinn, þá selst hann. Það er okkar reynsla að fólk er orðið svo meðvitað á í dag miklu betri taminn og þjálfaðan og undirbúinn hest heldur var og að vera bara að bjóða það sem er í lagi með, það selst. Er reglan ekki svo að maður selur ekki hross sem maður vill ekki að sjálfur? Jú, þetta er nú ekki flóknar en það. Ef þú hefur ekki gaman að sérðu ekki svona vettvang sjálfur, eða líkar það ekki, þá skaltu ekki reikna með einhvern annan lík. Það er ekki snúrar en það. Það er nokkuð annað hægt en að kveðja Litlagarð öðruvísin að láta Bigga leggja á fyrir okkur. Hann leiðir fram hina stórglæsilegu Eldborgu frá Litlagarði, sem vakti mikla athygli fyrir glæsileg og frábært hægt tölt, sem hún einmitt fékk 9,5 fyrir á fjórðungsmótinu síðasta sumar. Eldborg verður 6 vetra í sumar og stefnan er að sjálfsögðu tekin á landsmót. Mér finnst svo mikið það að fólk er svo feimið við að ríða skeið. Þú veist, hesturinn hefur 5 gangtegundir, af hverju ekki njóta þeirra allra. Og það er svolítið mikið þetta alltaf bara klárus með tölti, alls ekki skeið. Svona hestur eins og Gangster, sem hefur allar gangtegundir, heilar og góðar, það er rosalega einfalt að ríða þessum hesti. Og sem dæmi, þú veist, hann hefur farið 870 í B-flokk og yfir 890 í A-flokki. Ég held að það geti alveg komið frábær klárfossunda þessum hesti eins og Alliarfoss. Og þetta eru svona, já, ég held svo gott að nota svona hesta sem að hafa þessi skýru gangskil og eru með gott geðslag og allir geta notið. Biggi er mikill skeiðreiðarmaður sjálfur. Það er ofsalega gaman að ríða gott skeið og mér finnst margir vera að missa svo miklu að sleppa því. Það er fútt í því að ríða alvöru vökrum hesti og taka til kostana. Það er ekkert margt sem jafnast á við góðan skeiðspöld. Biggi er ekki vafa gildi þessi að góðar alhliðarhissur í ræktun. Eins þykir mér mjög mikilvægt ræktunulega að eiga í hópnum hrissur sem hafa þannig eiginleika að hafa hæguferðina góða, gott hægt tölt, eigi auðvelt með það að halda burði á hægu tölti en ég eru samt alhliða hrissur. Ég held að maður geti rækta út á svoleiðis hrissum hvort heldur sem eftir hvað hesta maður notur á móti, það getur komið út til þessu djöfull góður klárustur og frábæra alhliðastur. Það er mín tilfinning. Þannig að mér finnst það gulls í gildi í ræktun að eiga góðar alhliðarhrissur með gott hægt tölt. Við þökkum fyrir okkur og kveðjum Litlagarð með þessum myndum að glæsi hrissunni Eldborgu. Það er löngu ljóst að íslenski hesturinn er alþjóðleg stjarna og 2000 manna allan heim hafa heillast af þessum mjúka og kröftuga gæðingi. Og ekki verið hlutur hans sem landkynning dregin í efa.
Sem dæmi það allur sá fjöldi útlendinga sem hinga koma til lands til þess að komast í návigi, bæði við hestin og uppruna hans, hvort sem það eru ferðamenn eða ungt fólk í pílagramsferð að vinna við tamningar eða annað tengt hestinum. Sara Armbró Ystagerði í Eyjafjarðarsveit tilheyrir síðar í hópnum. Hún kynntist íslenska hestinum í heimalandi sínu Svíþjóð og lét draumi rætast og kom til Íslands til þess að vinna á hrossræktarbúi og eins og stundum vill verða, ílengdist hún hér á landi. Ég var með íslenskan hest úti og hef alltaf langað til að koma hingað, skoða. Já. Og kom hingað að vinna fyrsta skipti þegar ég var 16 ára. Þá var ég á Efri Þverá, í Dóra. Já. Það var bara mjög skemmtilegt sumar. Og svo vildi ég bara koma aftur. Ég get ekki hugsað mér að vera einhver annar staðar. Alveg hestsjúk? Já. Og Íslandssjúk? Já. Það svo fallegt hérna og alveg æðislegt. Þannig að þú ert þá fædd með hestabakteríun alveg, eða hvað? Já, eða þannig sko. Ég veit ekki alveg hvað þetta kemur, því að foreldrar mína eru ekki í hestum og við áttum ekki búgarð eða jörð eða neitt svoleiðis. Nei. Þannig að þeim fannst það pínu óþarfi að ég átti að vera í þessu. Það er pínu erfitt fyrir þau. Sko, hestamenn skilja þetta. Já. Það er svolítið svoleiðis. Maður þetta er einhver svona innri þrá sem maður bara einhvern veginn stjórnar ekki. Já. Þetta er bara eitthvað sem meðfætt. Já, það hlýtur að vera. Já. Svo ferðu á Hóla. Já. Og klárar þar nám og svona eða ekki, eða? Jú, ég var hérna 3 ár. Já. Og það var í rauninni ekki planið. Nei. Ég kom aftur til Íslands að vinna í 3 mánuði, sem var svo 8 mánuði og svo sóttu þau bara ég var í Dallandi, Gunnar og Þórdís. Já. Þau sóttu svo bara fyrir mig í Hólaskóla. Ég vissi ekki hvað þetta var, ég hef aldrei heyrt þetta. Sendum bara norður í inntökupróf og svo þetta bara þannig. Og svo það náttúrulega ekki bara hestarnir sem heillaði þannig Guð. Nei. Þú ert náttúrulega gift íslensku manni, eða ekki? Já. Og átt með honum börn og svona. Já. Við kynntumst á Hólum. Já. Og hann héðan, þannig að við tókum bara við á foreldran hans. Og þið eru með 2 drengi og... Já. Ívar og Viktor. Þeir eru 10 og 5 ára. Sara og eiginmaður hennar, Þórhallur Rúnar Þorvaldsson, hafa rekið tamningastöðu Ystagerði í nokkur ár. Þórhallur hefur verið duglegur að þjálfa á sína kynbótarhross með góðum árangri. Má þar nefna stóðhestin og rimnisbankan Port frá Litladal, hrissuna Bylgju frá Sauðárkróki og stjörnu frá Ósi sem varð efsta hrissan í 5 vetraflokki hrissna á fjórðungsmótinu á Austurlandi síðasta sumar. En saman rekaðu líka reiðskóla þar sem boður upp á skemmtileg námskeið fyrir börn og fullorðna. Við rekum tamningastöð hér. Já. Þar sem við temjum aðalega fyrir aðra. Já. Við erum með svona 25-30 hross á húsi. Já, það er aldeilis. Svona eiginlega allt árið í kring. Já. Svo erum við með reiðskóla sem er reiðkennsla fyrir börn þar sem mæta einu sinni í viku. Já, ok. Og ég er með hesta og reiðtígi og hjálma og öryggisvesti. Já. Og þeir bara mæta hér í reiðkennslu alveg eins og þau myndi mæta bara í fótboltaæfingu eða dans eða eitthvað annað. Já, ok, en spennandi. Þannig að þetta bara, vorönnin bara í raun að fara að klárast núna. Já. Svo ætlum við bara að halda áfram. Já, ok, frábært. Og verðið líka með námskeið þá í sumar eða hvað? Já, það verður svona styttri námskeið í sumar. Já, og hvað ertu svo að láta krakkana gera á námskeiðunum? Við erum bara að leika okkur. Já. Já, það er bara að vera gaman. Ok. Og við erum að gera alls konar æfingum og skemmtilega heitum. Já. Þeir eru að standa á hestana og sitja aftur og bak og við erum með hindrunastökk og boltaleikar. Það kemur mjög vel út. Já. Og við erum búin að fara á sleða á eftir hestinn og við erum búin að fara berbakt og við erum búin að prófa alls konar. Og hvað er svona hugmyndafræðin á bak við þetta? Bara að hafa gaman. Já. Við ætlum bara í gegnum leik, finna öryggi, jafnvægi, læra að stjórna hestinn. Já. Og þetta eru börn frá 3 ára. Já, svona lítið börn. Já, og það er ekki tengt undir þeim. Nei. Þeir læra bara strax að stjórna hestinn. Já. Og það gengur bara rosalega vel. Er þetta ekki gaman? Þetta er rosalega gaman. Ég get ímyndað með það. Já. Ha, spennandi. Já, það var gaman að heimsækja þessi kraftmiklu og hugmyndaríku hjón. Og við kveðjum þau þar sem þau halda áfram sínu störfum við tamningar. Enda nóg að gera.
Norðlenska hestaveislan var haldin á Akureyri dagana 22. til 23. apríl síðastliðin. Veislan samastendur á 2 stórsýningum, Fákum og fjöri sem hestamennafélagið Léttir hélt á föstudagskvöldinu og svo stóðhestaveislan á laugardeginum. Opnunaratriði veisluna þetta árið var hins vegar kennslusýning Hólaskóla, þar sem 3. árs nemendur við skólan mætti Léttisöllina á föstudeginum og sýndu fjölmörgum áhorfendum afrakstur námsins. Við hittum Mette Mannseth reinkennara. Þessi sýning hluti af nám 3. árs nemenda á Hólum sem eru sem sagt í að taka nám í BS-nám í reiðmennsku og reiðkennslu. Og þetta mjög mikilvægur þáttur í þeirra, þetta eins og svolítið þeirra eldskírn eiginlega. Þau eru að koma hérna fram sem reiðkennarar eða reiðkennaraefni í fyrsta skipti opinberlega. Þannig að það bæði svona eldskírn og það líka mjög mikilvægur hluti sem í þeirra reynslu að fá að koma svona fram. En hvað var lagt áherslu á í þessari sýningu? Núna lögðum við áherslu á að við gerum þetta alltaf árlega. Og það mismandi þema. Núna lagðum við áherslu á íþróttakeppnina eða keppni á hestum og við vorum að útskýra og gerðum það að köllum þetta samtal milli þjálfara og dómara og fengum með okkur Pétur Vopna sem er alþjóðlegur íþróttadómari og fengum hann til að lýsa hvað var í gangi frá hans sjónarmiði en síðan voru knaparnir að lýsa hvað var í gangi frá þeirra sjónarmiði, hvernig tilfinningin var að sitja á hestunum og hvað taldist að vera að gera mistökum og hvað taldist að gera gott og hann síðan gaf sína punkta sem dómari. Mér fannst þetta svona fyrirfram svona aðeins áhættuatriði af því að það var engin stór hluti af sýningunum var engin fyrirfram ákveðin texti. Krakkarnir þurftu að fara hérna inn og ríða sínum hestum og lýsa bara það sem var í gangi sem er alltaf mismunandi. Þannig að það var ekki hægt að reikna með eitt eða neitt. Og dómarinn líka hann alltaf var að bara segja það sem honum fannst öllum tímum. Svo var reyndar hluti af sýningunni sem var svona fræðslu þáttur sem var búið að æfa fyrirfram sem átti að útskýra hugtök sem að dómarinn var að nota og það tókst líka mjög vel. Og Mette segir að sýningar á borð við þessar séu mikilvægar fyrir skólan. Já, ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir svona til þess að halda tengingunum við raunveruleikanum. Nú Hólaskóli háskóli og þetta háskólanám. En við leggjum mjög mikla áherslu á verklegan þátt og við leggjum mjög mikla áherslu á að fræðslan, fræðin og þekkingin fer saman við raunveruleikan og við verklega þáttin. Framtíð skólans björt að hennar mati en aðsókn í skólan mjög mikil. Það eiginlega aukast með hverju ári aðeins og hefur verið eiginlega svona frekar jafnt alveg frá því ég byrjaði að fylgjast með þessu og hefur undanfarin ár bara farið hækkandi á. Ég var að reyna að sýna fram á spyrnu og burð og hvernig það vinnur saman í afturfótaskrefi hesta og nýtti mér að teikna aftur fótinn í hestinum, hvítan í með svartan hest og reyndi svona að sýna fram á að hvernig spyrnan virkar og svo aftur á móti hvernig burðurinn virkar og síðast ekki síst hvernig það virkar saman. Óskar segir töluverðan undirbúning liggja að baki á nemendum. Já, við erum búin að vera núna sennilega ykkur 2 vikur svona byrjuðum hugmyndavinnu fyrir 2 vikum og síðan erum við búin að æfa stíft upp á Hólum og komum hérna í gær snemma og tókum þá svona létt rennsli þannig að það alveg hellingsundirbúningur á bak við þetta. Og Óskar ekki vafa að framkoma á sýningu sem þessari eftir að hjálpa tilvonandi reiðkennurunum mikið eftir útskrift. Já, alveg klárlega og þetta gefur manni svona færi á að fara aðeins út fyrir þægindarammann sem náttúrulega maður búin að vera í reiðhöllunum á Hólum í 3 ár og það náttúrulega bara frábært tækifæri og mér langar að þakka Léttismönnum fyrir að vilja taka á móti okkur og gera þetta mögulegt. Þetta ekkert allir sem eru til í þetta þannig að það bara frábær æfing fyrir okkur að komast í burtu aðeins og aðeins svona út í heiminn, ef maður getur orðað þannig. Stórsýningin Fákur og fjör fór síðan fram síðar þetta kvöld og að dagskráin stútfull atriðin hátt í 30 á ýmsum toga. Má það nefna ræktunarbúsýningar, skrautreiðaratriði, sýning alhliða og klárhrossa svo eitthvað fátt sé nefnt. Fastur liður á Fákum og fjör að veita björtustu voninu viðurkenningu, en þá efnilegu ungmenni veitt hvatningaverðlaun til eins árs. Að þessu sinni var það Kristín Sigmarsdóttir frá Björgum í Hörgárdal sem hlaut viðurkenninguna. Bjartasta vonin árið 2015, Telma Dögg Tómasdóttir, mætti með Kristín á gólfið og eftirlétt henni titilinn. Hér sjáu þær fara á glæsilegum fákum. Eitt þeirra atriða sem vakti hvað mesta athygli þetta kvöld var sýning fimleikahóps frá Hvammstanga.
En krakkarnir sem eru á öllum aldri sýndu frábær tilþrif með aðstoð 2 hesta. Ásdís, hvar æfið þið? Á 3. dögum í íþróttahúsinu og á 5. dögum upp í riðill. Þið með marga hesta sem þið notið í þetta verkefni? Já, við erum með 2. Og hvað heita þeir? Frosti og Sandi. Hvor er betri, Tryggvi? Frosti. Af hverju er hann betri? Því að mamma á hann. Við sáum atriðið á það var skjóttihesturinn, hann skvetti upp rassinum. Er það partur af prógraminu eða hvað? Nei, eiginlega ekki, sko. Af hverju gerir hesturinn þetta? Hann er bara eitthvað spenntur. Umsjónarmaður og kennari krakkana er Írena Kamp en hún hefur verið að kenna fimleika á hestum í Hvammstanga í 6 ár. Sko, við kallum þetta hérna fimleika á hestum. Þetta heiti voltísíen í útlöndum, sko. Þetta er bara gömul íþrótt sem er mikið til út í útlöndum. Þetta verður mikið stundað út í Þýskalandi og öðrum löndum, sko. Og alveg keppt alveg upp í heimsmeistarmóti. Þetta er bara alvöru íþrótt, þetta er ekkert einhvað sem okkur datt í hug. En þér væntanlega datt þetta í hug eða hvað? Að gera þetta á Íslandi, þarf að segja. Já, ég er á vinkona mín hún Katrin. Hún búin að stunda svo mjög lengi út í Þýskalandi og ég er svona aðeins og svo vorum við bara að slá saman og er búin að æfa 30 krakka síðustu 6 ár. Það þykir nokkuð góður árangur og ekki stærri stað eða hvað? Já, þetta er bara mjög gaman. Hvað er æft svona sérstaklega? Ég meina, þú veist, við vitum alveg að hvernig fimleika kannski æfingar fara fram. En hvað er svona sérstaklega pælt í þegar þú ert búin að bæta hestinum inn í þetta? Sko, þetta byggjast rosa mikið á traust og aga. Krakkana þurfa að treysta á hestinur og þjálfaran og þetta er hópíþrótt. Man þarf að treysta hvað öðrum, að þeir halda sig og þetta er svona ýmislegt sem man þarf að pæla í. Er þetta uppskjörhátíð í ykkur að mæta hérna með allan hópina og fá hvað á fjör? Já, þetta er síðustu sýningu okkar í vetur og nú er komin í sumarfrí. Svokallað kvennaskeið var annað atrið sem vakti mikla lukku á sýningunni. En þetta er líklega í fyrsta sinn sem haldin er skeiðkeppni einungis opin fyrir kvennfólki. Mörg frábær tilþrif sáust og augljóst er að skeiðáhuginn fyrir norðan er mikill. Þessi ágæti knapi þótti nú eitthvað grunsamlegur þó, enda hljóp hesturinn upp. Bara er ekki alltaf að tala að það sé bara einhverju kalla sem skeiða. En þið kannski afsönnuðu það í kvöld eða hvað? Já, það held ég. Það er kannski talað að kallar skeiða en konur skeiða svo sannarlega. Fullt af flottum, stelpum og konum að æfa skeið þetta núna í vetur. Virkilega, og unga stelpur líka. Bara virkilega góða, sko. Já, skeiðfélagi Náttfari hefur verið endurvakin og við erum búin að vera með 2 skeiðæfingar, 3 skeiðæfingar. Núna og Sabbi hefur komið frá Dalvík til að þjálfa okkur og það er búið að vera mjög skemmtilegt og gaman einmitt að sjá að stelpurnar svona 12-13 ára er að mæta hérna á kvöldin og skeiða. Bæði svona 5 gang skeið og svo að skeiða hérna í gegnum höllina og gengur ótrúlega vel og þær eru alveg ótrúlega flottar. Hvað er málið satt með hérna Fríðu Nippól dæmið hjá okkur í kvöld? Var það eitthvað svona aukað eða? Málið var að Maggi Ben sem er með stóðhestaveisluna hérna annað kvöld. Þegar við ákváðum að vera með kvennaskeið sem við höldum að hafi aldrei verið gert áður, að vera bara með skeiðkeppni fyrir konur, þá spurði hann hvort að við ætlum ekki að vera með svona Fríðu Nippól skeið eins og strákarnir í spretti í fyrra á Dimbilvíkusýningunni. Og sjálfsögðu skorust við ekkert undan. En er þetta ekki svolítið svona fake it till you make it eða? Já, I made it at least. Bæði með Nippols og skeiðaði. Og áfram hélt sýningin. Hér má sjá frá skemmtilegu atriði feðginna Höskuldar Jónssonar og Þóru Höskuldsdóttir á heimaræktuðum geðingum. Þeim Huldari frá Samstöðum sem Höskuldur situr og Sólfaksa frá Samstöðum sem Þóra situr. En báðir þessir klárar eru út af henni Þoku frá Akureyri sem efst var í yngsta flokki hristna á landsmótinu 1998 á Mælgerismölum. Loka atriði Fáka og Fjörs var sannkallað áhættu atriði. Sýnir Loka kallaðist það en nokkri víkingar úr Hörgáldanum mættu með danshóp ungra stúlkna á gólfið og sýndu listir sínar í myrkruðum salnum í bjarma frá 2 eldtunnum á miðju gólfi. Atriði vakti heilmikla lukku og var frábær endir á góðu kvöldi. Sýnir Loka? Hvað er það? Ég hef ekki hugmyndu það. Þetta var bara svona eitthvað grín sem var til hjá okkur félagunum og það kom að drífjast. Þetta voru ógeðslega gaman, sko. Er þetta ekki pínu svona áhættu atriði með eld og læti og myrkur og svona?
Jú, þetta náttúrulega bara fyrir fagmenn, sko. Svona, þetta, bara biðja fólk að vera ekkert að reyna þetta heima. Ég verð að segja sér, þetta var alveg frábært lokaatriði. Var ekki gott, leið ykkur ekki vel að ljúka kvöldinu á þennan hátt? Jú, það var náttúrulega rosalega gaman að gera eitthvað nýtt og þetta var svona öðruvísi hugmynd og þetta svona í anda okkar vikingarna, þannig að við erum bara kátir. Nú verða bara bjórdrykkja mikil. Kemur ekki neitt annað til greina? Nei, það var kneifað. Stóðhestaveislan sem fór fram á laugardagskvöldir var síðan lokapunktur Norðlensku hestaveislunar og óhætt að segja að þar hafi verið nóg dýrðir. Hver gæðingurinn á fætur öðrum geystust gól léttisallarinnar í rúma 2 tíma í þéttri og góðri sýningu. Þar mátti sjá fyrstu afkvæmi stóðhesta á borð við Hrímni frá Ósi og Roða frá Garði, auk þess sem fjöldinn allur af athyglisverðum stóðhestum komi fram. Það venjan að á stóðhestasýningum að heiðra eldri stóðhesta fyrir framlag þeirra til ræktunar, eins konar heiðursverðlaun. Í fyrra var það borgfirðingurinn Hróður frá Refsstöðum sem hlaut þessa viðurkenningu, en í ár var það skagfirðingurinn Hágangur frá Narfastöðum. Hágang þar vart að kynna, að hann hefur verið meðal þekktustu stóðhesta landsins og vakið athygli fyrir einstakt geðslag þegar hann skottaðist með barnungum eiganda sínum Ingunni Ingólfsdóttur. Seinna sannaði Hágangur sig sem einnara allra besti kynbótahestur landsins og hefur meðal annars hlotið heiðursverðlaun fyrir afkvæmi æðstu ræktunarverðlaun íslenska hestsins. Það því óhætt að segja að Hágangur sé vel að þessari viðurkenningu kominn og vöktu afkvæmi hans þau sem fylgdu honum mikla athygli. Já, það væri að bera í Bakkavellan lækinn að telja upp allar þá gæðingar sem komu fram þetta kvöld. En við sjáum þá hér lipra takta frá Korgi frá Ingólfshvoli og Kjarki frá Skriðum sem alltaf vekur athygli fyrir fágætan fótaburð og ganggetu. Hestur sýningarinnar var að margra mati þó Hreyvill frá Vossabæ sem sýndi stórkostlega takta. Þessi rými, kraftur og þjálfni fór saman í stórkostlegu lokaatriði stóðhestaveislu Norðlensku hestaveislunar árið 2016. Við ljúkum því þættinum í kvöld á svipmyndum að þessum frábæra gæðingi. Verið sæl.